Já, við erum hérna með þríhyrninginn hérna, þar sem þetta er hornið A, þetta er hornið B og þetta er hornið C. Og hann segir okkur að í þessum þríhyrning ABC er C 90 gráður, þannig að þetta horn hér er 90 gráðu horn. A er 15, ef hornið A er hér þá er þetta hliðin A, hún er 15, sést hérna með græna letrinu. Og svo segir hann hérna að MB sé jafnt á 17. MB er lína sem að tekur B-hliðina og skiptir henni í 2 parta. Og ég finn miðjuna hérna á B-hliðinni og fer beint upp í hornið B, þannig að hér er sú lína. Og þetta er MB. Nú, ég á að finna lengdirnar B, C og MA. Ég á sérst að finna hliðina B sem er öll þessi hér. Ég á að finna hliðina C sem er þessi hérna. Og svo á ég að finna þessa nýju hlið hérna sem er MA. Og MA er sama eða svipuð og MB, þar að segja, nema hvað ég þarf að fara hérna miðjuna á hliðina A og tengja þessa miðju hérna við punktin A. Þá er línan komin. Og miðjulínurnar skipta línunum í 2 parta, þannig er þessi litli partur hér að ofan á línunni A og neðri parturinn hérna á línunni A, þetta er nákvæmlega stórt. Ok, ég veit 2 hliðar. Ég veit þessa hlið A sem er 15 og ég veit þessa hlið hér MB sem er 17. Það þýðir að ef ég finn þennan litla stubb hérna með Pýþagóras, þá veit ég að þessi hluti hér er jafn langur. Ég ætla þá að nota Pýþagóras til að finna þennan litla stubb. Það er A í öðru pluss B í öðru er jafnt og C í öðru. Hér er Pýþagóras mættur og ég set það inn í jöfnuna og hafði í huga að því MB er langhliðin í þessum þríhyrning, þá er 17 að koma í staði fyrir C í formúlunni. Þetta er alltaf langhliðin hérna. Þess að sagt, þetta er 15 í öðru pluss B í öðru er jafnt og 17 í öðru. Flytjum 15 í öðru yfir samsemmerkið og þá breytist þetta úr pluss í mínus þegar það komið hérna megin. 17 í öðru veldi er 289 og 15 í öðru veldi þegar það komið hérna yfir er mínus 225. Ég reikna þá þetta út, 289 minus 225 og fæ út 64. Þá þegar ég losna við annað veldi hérna á B-inu og ég tek þá kvadratrót báðum megin og hér er ég búinn að taka kvadratrótina, þá fæ ég út að B er 8. Það er að segja, þessi stubbur hér er 8. Og ef að þessi stubbur er 8, þá segir þetta dæmi mér það að þessi stubbur er líka 8. Þannig að öll línan B hérna hlýtur að vera 8 pluss 8 eða 16. Hér er það komið. B er 8 pluss 8 eða 16. Ok, þá ætlum ég að finna C-ið. C-hliðin er þessi hérna beint á móti horninu C. Ég veit nú að þetta er 15. Ég veit núna að þessi hlið er 16. Ég veit sem sagt 2 hliðar í þessum stóra þríhyrning hérna og ég get þá fundið út langhliðina hér með því að setja aftur í Pýþagóras. A í öðru pluss B í öðru er jafnt og C í öðru. Ég hvet ykkur að skrifa alltaf jöfnuna upp fyrst í bókstöfum og setja svo inn eins og ég ger hér. Nú, ég er að finna langhliðina aftur. Nei, ekki aftur, ég er að fara að finna langhliðina. Hún er C í öðru. Sem þýðir að hinar hliðarnir eru 15 í öðru pluss 16 í öðru. Ok, 15 í öðru er 225 en 16 í öðru er 256. Leggjum þetta saman og þá fæ ég 481 sem er jafnt og C í öðru. Ég þarf þá að losna við annað veldi á C-inu. Ég ger þá kvadratrót hérna hægra megin og ég verð að gera það sama hinum megin, vinstra megin. Kvadratrót af 481 er 21,93. C-hliðin er þá akkurat 21,93. Ekkert akkurat, það er smá námyndun hérna. Það eru fleiri aukastafir. Nú,
þá er ég búinn með B og ég er búinn með C. Þá er það M af A. Það var engin ástæða að teikna M af A fyrir bara í blá lokin. Þegar horfir á teikninguna eins og hún er núna, þá er M af A kannski bara þvælast fyrir. Þannig að það kannski borgar sig að teikna hana alveg í lokin þegar ég er að fara að þarf að finna þessa hlið. Ok, teiknum hana, þar að segja finnum miðjuna á línunni A og tengjum miðjuna við hornið. Það þýðir ég er að fara að nota þennan þríhyrning hér til þess að finna þessa hlið, þessa rauðu. Nú, ég var að kljúfa hlíðina A í 2 parta. Hún var 15, helmingurinn af 15 er 7,5. Þannig að þessi partur hér er 7,5. Ég veit að þetta er 16. Ég er þá að fara að nota Pýþagóras eins og hér er. Það sem önnur skamhliðin 7,5 í öðru pluss hinn skamhliðin 16 í öðru er jafnt og 7 í öðru. Ok, 7,5 í öðru er 56,25. 16 í öðru er 256. Leggjum þetta saman, þá fæ ég 312,25 er jafnt og 7 í öðru. Nú eins og í hinum dæmunum þá verð ég að losna við annað veldi hérna á C-inu. Þá tek ég kvadratrótina hægra megin og ger það sama vinstra megin. Því ef ég ger eitthvað öðru megin þá verð ég að gera sama hinum megin. Kvadratrótina 7 í öðru er C, en kvadratrótina 312,25 er 17,67. Og það er það sem M af A er. Hún er 17,67. Takk fyrir.